Yfirmaður rannsóknadeildar á Sankti Jósefsspítala segir spítalann hafa orðið undir í viðræðum við Landspítalann sem tekur nú við starfsemi hans. Mikil og erfið óvissa hafi einkennt sameiningarferlið bæði fyrir starfsfólkið og sjúklingana. Starfsfólk ýmissa deilda á Sankti Jósefsspítala vann síðasta vinnudag sinn á spítalanum í Hafnarfirði í dag, en sameining hans við Landspítala háskólasjúkrahús stendur nú yfir. Að sögn yfirlífeindafræðings á Sankti Jósefsspítala hefur mikil og erfið óvissa einkennt sameiningarferlið bæði fyrir sjúklingana og starfsfólkið. Það er náttúrulega ótrúlega lítið samráð við fólk í raun. Það er sagt að þetta sé allt gert í samráði við okkur, en þetta er náttúrulega, við erum svo lítil og Landspítalinn er stór. Þannig að við höfum nú alltaf svolítið orðið undir í þeirri samræðu. Sem dæmi má nefna veit Stefana sjálf ekki hvernig nýju vinnu hennar á Landspítalanum verður háttað og hún er ekki ein það. Erfiðast sé þó að skilja hvers vegna lyflækningadeild Sankti Jósefsspítala, sem rúmar 18 sjúklinga, sé haldið opinni þegar öll önnur starfsemi hans er flutt til Reykjavíkur. Ég eiginlega get ekki séð hvaða faglegu eða fjárhagslegu sjónarmið ráða för þar. Því að það getur bara ekki verið hagræði af því að flytja mat, lyf, föt og þvott hingað fyrir 18 rúmadeild. Tala nú ekki um að manna vaktir, sólarhringsvaktir.